Við stundum inn í ISI, þar sem þú ert nýr og landsliðsþjálfari kvenna. Hvernig var þetta ráðningaferli? Það var þannig að ég var staddur bikarúrslitahelginni sem lýsandi leikjana hjá RÚV og ég man hvort það var laugardag eða sunnudag, þá kom Hannes til minn og kom með þessa hugmynd. Hún kom mér óvart. Þetta var ekkert sem hvarflaði að þér? Nei, bara enga veginn. Hvorki það að mér yrði boðið þetta og né að ég væri í þessu starfi, ef einhver hefur sagt mér það fyrir einhverju síðan, þá hef ég örugglega brosað. Þannig en þegar þessi hugmynd kom, þá einhvern veginn bara fór ég að hugsa, þetta kannski ekki svo óvitlaus hugmynd. 4 ára samningur, það eitthvað frá þér eða frá Hannes og félögum? Það algjörlega frá þeim. Það var bara talað um það bara strax í byrjun að þetta nokkra ára verkefni og það bara, maður þarf tíma til þess að því þú hefur nú ekki mikinn tíma með liðinu. Þetta bara í einhverjum gluggum og öðru slíku, þannig að það eiginlega ekki hægt að gera styttri samning. Þú þarft þinn tíma til að koma þínum fingraförum á liðið. Þetta öðruvísi þegar með félagslið, með liðið alla daga, þá kannski þarft einhverja mánuði eða marga vikur til þess að koma þínu fram, en í þessu þá þarftu lengri tíma og þess vegna held ég að 4 ár sé bara mátulegt. Algjörlega, talandi félagslið, þú ert náttúrulega þjálfari KR og heldur því áfram, eða hvað? Já, ég allavega þjálfari kvennalandsliðs KR í dag og það kemur svo bara í ljós og þau bara að fara yfir, hvort að þetta fari saman eða hvað. En allavega eins og staðan núna, þá ég bara áfram þjálfari kvennalandsliðs KR. 2 verkefni núna á döfinni, það smáþjóðleikarnir og svo undankeppni EM fljótlega ertu byrjaður komin í einhvern undirbúning eða einhverja pælingar eða hugmyndar með það? Nei, því ég eiginlega bara gekkst að þessu bara, hvort það hefur verið seinni partinn í gær eða eitthvað og næsta mál að fara að gera skipulagið og gera plön og hugsanlega að finna einhverja aðstoðarþjálfara og setja saman gott teymi og svona, þannig að það ýmislegt sem býður, þannig að þetta núna loksins orðið að veruleika. Heyrðu, til hamingju með þetta, Benni. Takk fyrir það.